lífrænt frá Englemar. Netto. Vox Arena leikfélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja frumsýnir þessa dagana söngleikinn Dirty Dancing í samvinnu við nemendafélag skólans. Sýningarnar fara fram í Andrjús menningarhúsinu á Ásbrú. Söngleikurinn Dirty Dancing byggður á samnefndri kvikmynd sem flestir þekkja. Myndin sló í gegn árið 1987 en sagan gerist sumarið 1963. Í söngleiknum fáum við að kynnast Hásmann fjölskyldunni sem ver sumarfríinu sínu á Hótel Kellermann. Leikriti fjallar mest Lillu, yngri systurina, og danskennara hótelsins og hinn heita og kvensama Johnny. Milli þeirra kviknar funi sem erfitt að slökkva og þurfa þau að takast á við fordóma, stéttaskiptingu, vina og fjölskylduvandamál sem og erfiðar ákvarðanir líkt og flestu fólk þekkti árið 1963 sem og í dag. Ásta, hvað kemur til að þið fóruð í svona, hvað skulum við segja, þekktan söngleika þessu sinni hér í Fjölbrautaskólanum? Heyrðu, okkur fannst bara rosalega mikið vant á svona smá kryddun upp á félagslífið. Það var búið að vera náttúrulega mörg leikrit hjá okkur svona en langt síðan síðast. Þannig að við ákveðum bara að fara á stað með þetta verkefni og formaður svolítið svona ýtti undir þetta. Vildi rosalega mikið að þeir eru gert eitthvað fyrir og fundið svona náttúrulega líka bara fyrir nemendur í FS að koma sér á framfæri. Þannig að það var svona, já. Af hverju þessi söngleikur? Það var í rauninni bara hugmynd leikstjórans. Hún vildi setja þetta upp. Það voru komin að leikstjóranum, Gunnilega. Fyrirverandi nemandi í Fjölbrautaskólanum, búin að vera í Danmörku undanfarin ár, en ert að þreyta þína frumraun sem leikstjóri í svona alvöru verki? Já, það rétt. Hvernig tilfinning það, getur maður spurt? Hún góð, mér finnst þetta mjög skemmtilegt, en á sama tíma þetta mín frumraun, þetta þeirra frumraun. Ég held ég sé að segja svona nokkuð satt þegar ég segja að kannski svona stórt verkefni hafi ekki áður verið, eða hvað, það kannski lygi? Nei. Þannig að þetta búin að vera mikil áskorun fyrir alla, nemendafélagið og mig og danshöfundinn og jafnframt bæjarfélagið, myndi ég segja. Þau eru kannski ekki alveg vön að FS sé að taka svona stórt verkefni og það náttúrulega þarf styrk og stuðning. Þannig að já. En Dirty Dancing, þetta var mjög fræg bíómynd á sínum tíma. Hvað geturðu sagt okkur það? Af hverju leggurðu þetta til? Sko, ég elska þessa mynd og ég held að flestir tengist henni á eitthvað hátt, sko. Og það sem að nemendafélagið kom til mín og vildi að þetta yrði eitthvað sem að yrði árlegt og myndi skapast svona mikil stemning í kringum þetta, og þá fór ég að hugsa eitthvað svona sem að flestir þekkja en jafnframt eitthvað spennandi. Við viljum kannski ekki vera að taka grís eða hárið eða eitthvað sem að orðið kannski svona pingu úrelt, og síðan vissi ég að það væri mikið hæfileikaríku fólki á Suðurnesjum í dansi og söng að sjálfsögðu. Þannig að mér fannst það bara tilvalið. Ég hugsaði bara, Dirty Dancing. Hvað kallaði ég þetta? Sóðar sveifla á Suðurnesjum. Já, Svaka nafn, hvernig hljómaði þetta hjá nemendunum í skólanum? Herðu, það var tekið rosalega vel í þetta, náttúrulega í fyrstu, og við þurftum svolítið svona að sjá út, eða Gunnilega náttúrulega algjör snillingur í að spotta út hvort að þeir væru, eða hentuðu sem sagt í hlutverkin. Og það eru allir bara að mætti segja að þeir eru bara fullkomnir í öll hlutverkin. Þannig að þetta var bara, já, freka góða viðtökur og allir rosalega spenntir fyrir þessu. Alltaf smá stress í gangi og svona. Hellingsmál að setja svona upp, fáið þið góða aðstoð eins og hún var að tala um? Já, við erum búin að vera rosalega mikið að fá fólk til þess aðstoða okkur svona í kringum okkur og svona. Þannig að það eru rosalega margir sem að koma að þessu og erum rosalega þakklátt fyrir það. Þannig að, já. Og mikil spenningur? Það er eins og maður segir, vægt sagt, það sé mikill, það Maximus spenningur í húsinu, það alveg titrar hvert einasta bein held ég, sko. Hvernig finnst ykkur að vera hérna upp á ef við myndum hér upp á Ásbrú, gamla Keflavíkur hervellinum, eins og sumir segja? Sko, þegar við fórum að leita húsnæði, þá varð ég mjög spennt strax af því að sýningin gerist 1963, myndin gerist 63, sumari 63, þannig að við erum búin að taka það alla leið
og erum búin að fá lánaða Ford-bíla og ýmislegt það og allt að líta út fyrir að þú sérst mynd vonandi fá þá upplifun að þú sérst aðeins komin aftur í tíman þegar þú mætir hérna fyrir utan Andrús og á sýningu. Þannig að mér finnst það rosalega skemmtilegt að hérna fara út fyrir þannig að þetta er náttúrulega svo sérstakt umhverfi. Þegar þú kemur inn í mjög sérstakt rými þegar þú mætir að hingað. Þannig að mér finnst það svona að gera þetta ennþá merkilegra að vera hér. Mér finnst það virkilega. Og hvað stefnið á einhvern ákveðin fjölda af sýningum eða það alltaf svona pínu óljóst? Herðu, við erum með stefnum á 5 sýningar allavega, svo náttúrulega verður bara komið ljós hvort að verða brjálaðar viðtökur. En við erum með góðgerðarsýningu sérst á föstudaginn líka, þannig að við ætlum alveg að fylla húsið þar og svona. Kannski fá að koma aðeins nánar út í það því að hérna, þetta er 500 manns sem komast í sæti í Andrús og það er eins og stóra sviði í Borgarleikhúsinu. Þannig að við þurfum 2500 manns til að mæta á sýningar og eins og Ásta var að segja, þá á föstudag klukkan 20 er góðgerðarsýning til styrktar spítala HSS, sem sagt hérna á Suðurnesjum. Þar sem allur ágóði rennur beint þangað og mun gera það strax eftir sýningu. Já. Þannig að við bara skorum á alla, það vill enginn vera þekktur fyrir að ekki hafa mætt. Nei, sérstaklega þetta er náttúrulega okkar stofnun hérna, kemur öllum og svona. Það er búið að skora á alla pólitíkusa og þetta eru mjög góða viðtökur hjá þeim. Þeir eru flestir að fara að mæta með sig og sína og allan flokkin bara eins og hann leggur sig. Og við sem sagt skorum á fleiri stórfyrirtæki til þess að koma og leggja sitt af mörkunum. Já, þetta eru góður og flotti krakkar sem þið eigið hérna og að gera líka að styrkja þau og sína þeim stuðning því að þau eru búin að leggja rosalega mikið á sig fyrir þetta. Og sú sæla var með þér, því það var stórkostleg stund, stór svo gjöf gafstu mér, já ég sver, það er satt, að gæfu gafstu mér, það var stórkostleg stund, sem stjörnur kveikt í hjarta mér, já ég sver, það er satt, og sú sæla var með þér, því það var stórkostleg stund, stór svo gjöf gafstu mér, já ég sver, það er satt. Við endum þáttinn með nokkrum tóndæmum á degi tónlistarskólana á Suðurnesjum í Grindavíkurkirkju á dögunum.
Við þakkum fyrir áhorfið en við mætum að viku liðinni með nýjan þátt frá sjónvarpi Víkurfrétta. Hægt að fylgjast með nýjustu fréttum frá Suðurnesjum á hverjum degi á vef Víkurfrétta www.vf.is. Við þakkum fyrir okkur, verið þið sæl. Lágkolvetna lífstíllinn Netto. Það styttist í golfsumarið. Fréttir af golfi alla daga. Kylfingur.is